Þetta er Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir á öldrunardeild Landspítalans, nánar tiltekið daggöngu- og samskiptadeild. Samfélags, Já, alltaf. Og ég þarf að fyrirlesturinn í dag. Efnið samvinna dag- og göngudeildar, öldrunarlækninga við aðrar deildir og við heilsugæsluna. Velkomin. Takk fyrir það. Góð daginn. Takk fyrir þessa kynningu. Ég heiti Anna Björg, fyrir þau sem ekki hafa séð mig áður. Og bara takk fyrir að bjóða mér að koma og takk fyrir að færa fundinn og því sem ég var að koma með flugi þess vegna. Ég var nefnilega á vakt í gær, þannig að það var ekki hægt að gera þetta öðruvísi. Ég ætla sem sagt aðeins að segja ykkur frá þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna á öldrunarlækningadeildinni síðustu árin. Ég komst að því þegar ég fór að gera fyrirlesturinn að ég átti gríðarlegt efni það sem við höfum verið að gera, þannig að ég ætla að reyna að takmarka við nokkra þætti. Ég kemst ekki yfir allt. Ef það einhverjar spurningar varðandi ákveðna þætti, bara svara ég þeim með gleði á eftir, ekki mál. En það sem kannski af hverju erum við yfir höfuð að hægja í þessu, af hverju erum við yfir höfuð að vera í þessu. Að bæta þjónustuna við aldraða. Það bara einfaldlega vegna þess að verkefni þarna. Aldraðir þarna, þeim að fjölga og þetta gríðarlega flókið verkefni. Af því að þetta sko tekið upp og sett út. Þetta staðið að því mikrofónið þér. Ekki mál. Þetta ekkert samt að yfirvörðum en þú veist það kannski ekki þannig. Ekki mál. Ég svo að vera alltaf hreyfingu fyrir ekki. Það er bara ekki tekið upp. Ég skil það. Ekki mál. Þannig að þetta svona flókið verkefni, það eru margir sem koma að þessu, þannig að við þurfum fjölþætta þjónustu og við þurfum að nálgast þetta frá öllum hliðum. Við höfum líka verið að tala þetta svona frá heimili til sjúkrahúss og aftur heim, að það á að vera leiðin, ekki frá heimili til sjúkrahúss og hjúkrunarheimili. Við viljum helst að fólk getur komast aftur heim, það er svona mottóið. Og það sem við höfum verið að vinna að, við erum alltaf ásins 2015, eða til 2014 þegar kom maður frá Kanada sem heitir Sami Sina og öldrunarlæknir í Toronto. Hann kom og hélt fyrirlestur fyrir okkur á bráðardeginum vorið 2015 fyrirgefið. Og svo í framhaldinu þá fórum við að hugsa um þetta hvernig við gætum í raun og verið endurskipulagt og endurskipulagt kerfi hjá okkur, hvernig við gætum búið til þessar þjónustubrautir og láta þetta fúnkera aðeins betur. Við erum búin að taka þátt í fullt af vinnustofum og tilraunaverkefnum og þetta bara dæmi nokkur þeirra. Og sumt af þessu hefur nú verið svona, sem ég segi ykkur, hefur verið svona niðurstaðan úr þessari vinnustofuvinnu. Þetta er svona grunnmyndin sem við höfum verið að vinna út frá. Við köllum þetta ACE, eða Active Care for Elders. Og í öllum þessari hugmyndafræði þá er sjúklingur þarna í miðjunni. Það er hann sem skiptir máli, það sem skiptir máli er hvað við getum gert fyrir hann og hvernig við gerum þetta sem best fyrir hann. Þið sjáum að það eru svona hringir á sportbraut sjúklinginn. Og það eru þessi, hvað maður segja, svona snertifletir okkar við sjúklinginn, eða skjólstæðinginn. Það er náttúrulega á heimilinu, bráðamóttökunni, sjúkrahúsinu og svo göngu- og dagdeildinni. Þetta er svona það sem tengist okkur hvað mest. Ég gerir mig grein fyrir að heilsugæslan er inni í þessu líka, en við erum náttúrulega að horfa á þetta sem út frá spítalþjónustunni. Þannig að heilsugæslan fellur svolítið undir heimili reyndum. Og við höfum verið að vinna að þessum verkefnum sem við sjáum og ég ætla að segja ykkur svona frá nokkrum þeirra. Þið stoppum bara yfir með einhverjum spurningum. Það má alveg. Á bráðamóttökunni þá var eiginlega svona svolítið þar sem við byrjum. Þar var það sem kannski brann mest. Þar voru og eru fullt af fólki sem að bíða eftir úrræðum og bíða eftir þjónustu. Ég reikna með að það sé sama hér. Kannski örlítið skárra heldur í Fossvoginum, vonandi.
En við höfum sem sagt innleitt svokallaða komuskimun og innleiddum hana nóvember 2016 og hún felur það sem sagt í sér að það eru allir 75 ára og eldri skimaðir. Hjúkrunarfræðingurinn sem tekur á móti viðkomandi skimar innan svona cirka 4 tíma. Auðvitað er þannig að ef viðkomandi er gríðarlega veikur, þá er þetta ekki kannski alveg í forgangi, en við erum svona reynum að samt halda því þannig að allir 75 ára eldri séu skimaðir. Og það gengur svona alveg ágætlega. Það er ekki, við náttúrulega vildum helst hafa 100% skimun, en við erum ekki alveg þar. En svona miðað við erlendar tölur þar sem að menn eru kannski að ná 10–20% skimun, þá erum við að ná svona cirka helmingnum, 50–60%. Og í samhengi við þetta, þá innleiddum við svona hlutverk, nýtt hlutverk á bráðamóttökunni, sem heitir BÖR-hjúkrunarfræðingur, sem stendur fyrir bráðaöldrunarráðgefandi hjúkrunarfræðingur. Gríðarlega flókið, ensku heitir þetta GEM, Geriatric Emergency Management, og þetta var svona tilhætti þýðingar á því hugtaki. Þessir einstaklingar eru svo sagt bráðahjúkrunarfræðingar í grunninn sem eru búin að fá ákveðna þjálfun í sem sagt hjúkrun aldraðra og öldrunarhjúkrun ofan á sína þjálfun sem bráðahjúkrunarfræðingar. Og þeir tóku til starfa í október 2016 og sko megin vinna þessara einstaklinga, þetta er náttúrulega fleiri en eina því þær eru á vöktum, en það er sem sagt einhver alltaf í húsinu til 8 á kvöldin ef ég man rétt, alltaf það vikunar, og þeirra hlutverk er svolítið að vera þessi tengiliður við bráðamóttökuna og það sem er fyrir utan. Ekki við sko þá sem er að fara að leggjast inn, ekki þá sem er að innilíkjast eða sem er að fara upp í hús, heldur við samfélagið, við umhverfið, við heilsugæsluna, við umhverfið og svoleiðis. Ferlið lítur svolítið svona út. Það er allir skimaðir, 75 ára eldri, og skimunin gefur stig frá 1 upp í 6. Og svona í grófum dráttum þá er það þannig að skimunin, ég skal sýna ykkur hvernig skimunin lítur út á eftir. Skimunin segir ekki til það hvort að viðkomandi þurfi innlögn eða ekki. Skimunin segir einfaldlega til það hvort að viðkomandi þurfi meiri aðkomu öldrunarþjónustunnar eða ekki. Það er það sem skimunin gengur út á. Þannig að þeir sem fá 1–2, það er bara sko hresst gamalt fólk sem kemur inn með eitthvað eitt vandamál og þarf ekkert á mér að halda í þessi innlögn. 3–4 gæti mögulega hugsanlega þurft á einhverju frekar að halda. 5–6 alveg pottitt. Það er fólki sem er svona líklega að sé að fara í innlögn og er líklega þarf sko öldrunarteymi og svo framvegis í innlögninni. En bara svo skiljið kannski að það sem ég er að tala er að fólk getur fengið 6 á þessu skimun, en samt ekki til innlögn. Þá erum við kannski að tala einhvern sem er á hjúkrunarheimili og datt og lærbrotnaði, skiljið. Eða einhvern sem fyrir 75 ára sem á hestbakki og datt og lærbrotnaði. Hann þarf væntanlega ekki mér halda sá aðili, en hann þarf samt sem að innlögn til að laga þetta lærbrot. Þannig að það má verið svolítið svona ruglingur með það að þetta sé skimun sem segir hvort að fólk þurfi innlögn eða ekki, það er ekki málið. Þetta segir bara til það hvort þetta er að hitta mig eða mitt ígildi mín. Komuskimunin er í raun og veru bara app. Til er þessari ræ-interræð-fjölskyldu sem að þið hefur kannski einhvern tímann fyrst talað og þið getur öll náði í þetta bara á Google Play Store. Við viljum með þetta til þess að Landspítalanum að þetta er í tablets, eða sem sagt bara svona fólk með þetta, af því að við viljum þetta fari inn í Landspítalakerfið. Ef maður er búin með þetta í app í símanum, þá fær maður bara eina tölu og þá einhvern veginn og svo bara puff, hverfur hún skilur. Þannig að við letum forréttinda þannig að þetta
inn á Landspítalanum sem fer inn í heilsugáttina og fer upp á skjáborðið sem tilheyrir heilsugáttinni. Þannig að á bráðamóttökunni þá svona risaborð eða svona skjár með náttúrulega fullt af upplýsingum og einn dálkurinn komuskimun og þar stendur talan sem viðkomandi fékk. Og svo getur maður svona farið yfir það, ég geti líka alveg sýnt ykkur því ég má ekki vera með fullt af sjúklinganöfnum en þá svona setur maður músina svona svífur yfir og þá sér maður af hverju, hvað viðkomandi fékk og hvað þýðir og hvað ráðleggingarnar eru. Þetta þýðir líka að börhjúkrunarfræðingarnir, þær mónitora skjáinn, þannig að þær sjá að allir sem að fá 3 og 4, það væntanlega einhverju sem þær þurfa að hitta. Þannig að það gerist þá bara svolítið sjálfkrafa. Að það fólki sem þær þurfa eitthvað að pæli. Þessi skimun gríðarlega einföld, þetta eru 9 spurningar. Það kom ekki alveg allar að þetta svona algoritmi, þannig að þú svarar já við fyrstu 2 þá ertu bara púps, þá ertu bara beint í síðustu spurninguna. Þetta tekur svona 30 sekúndur að svara. Eitthvað þar bil, þetta rosalega einfalt. Og svo niðurstaðan, svo við byggum til svona flæðiskema, hvað við héldum að við komum fyrst eftir í hvað hann var að fá útkomuna. Og þess að sjáum þetta stendur gemhjúkrunarfræðingur mest og þegar við vorum ekki að þýða þetta á þeim tíma. En þær eru svolítið svona lykillinn á bráðamóttökunni til þess að raða í hvaða úrræði þarf eftir þessari skimun. Og það náttúrulega þannig að eins og alltaf, þegar maður setur eitthvað svona nýtt af stað, þá þarf maður að hafa einhverja leið út. Það ekki nóg að setja bara börhjúkrunarfræðinga á bráðamóttökuna ef að þær hafa engin úrræði. Það var náttúrulega lykilatriði að þær gætu komið sínum málum einhvern veginn áfram. Þær hefðu eitthvað til að ráðfæra sig við, eitthvað sem gæti hægt að gera. Og þar kemur sem sagt á göngudeildin á Landakoti inn í myndina. Af því að við fórum svo í gríðarlega mikla vinnu við að bæta ferlan og bæta þjónustunni hjá okkur, svo þetta gerði allt saman svona raunir þokkalega smurt. Og þar með talið var úrræði, eða úrræði, sem við köllum greiningamóttaka. Og það fer sem sagt þannig fram, og ég tekka fram, við erum að tala fjölveika, hrumaaldraða sem eru með flókin vandamál. Við erum ekki að tala einhvern sem kemur inn með lungnabólgu og ekkert annað. Við erum að tala fólki sem með 7-10 greiningar og 20 lyf og allt í volli heima. Við erum að tala þannig fólk. Það sem sagt þannig að við erum með svona reynda 4% heilsgrænt, þannig að viðkomandi kemur til okkar á morgundags, hittir lækni, hjúkrunarfræðing og sjúkraþjálfara. Hver og ein okkar gerir ákveðið mat, ákveðin hluta af spurningum. Við reynum að láta ekki krossa alltaf mikið, þannig að við sem ekki að spyrja sömu spurningarna mörgu sinnum, að fara yfir sömu hlutina mörgu sinnum. Þannig að mitt hlutverk sem læknis svolítið að fókusera á heilsufarssöguna, kerfilýsinguna, lyfjasöguna, á meðan að hjúkrunarfræðingurinn fókusera á félagssöguna og hver þjónustan heima og svoleiðis hluti. Sjúkraþjálfararnir eru að fara til hérna fyrst og fremst. Þetta tekur svolítið á, af því það tekur svolítið á skjólstæðingin að hitta 3 fagaðila í röð, þannig að fólk yfirleitt svolítið dasað. Fær smá þarna hádegi á meðan við höfum teymisfund og förum yfir hlutum. Hverju við erum búin að komast af og svona reynum að komast að einhverju samkomulagi það hvað við teljum að úrræði sé. Og svo höfum við fjölskyldufund eftir hádegi. Og það kannski svolítið lykillinn, vegna þess að fjölskyldufundirnir geta verið gríðarlega flóknir, af því að þetta fólk sem á kannski 5-10 komur á bráðamóttökuna og búið að vera svona svo ping-pong fram og tilbaka og einhvern veginn aldrei fengið lausn og aðstandendurnir oft á tíðum ofboðslega frústreraðir á kerfinu. Þannig að það getur tekið mikinn tíma svona aðeins að fara í gegnum það allt saman. En
flestir labba út, nánast allir, labba út svona þokkalega sáttir og með einhvers konar plan það hvað erum við að fara að gera. Sumir þurfa einfaldlega innlögn, mjög margir eru að koma á dagdeildina hjá okkur í kjölfarið eða við erum að setja stað einhvers konar þjónustu út í bæ, meiri heimahjúkrun, sjúkraþjálfun, dagþjálfun og svo framvegis. Og það kemur líka alveg fyrir að eina lausnin einfaldlega að sækja ferdi heilsumat og fólk þannig hjúkrunum. Það ekkert annað í stöðunni. Það líka stundum þannig. Það ekki margir reyndar en það hefur alveg komið fyrir. Við erum búin að vera að gera þetta þarna síðan 2017. Það byrjum aðeins 2017 en svona áfylgjum krefti 2017 og við erum að vinna í gögnunum sem við erum búin að safna, það að segja hverju hefur þetta svona skilað, þetta svona skiptir máli. En við tókum saman svona örfáar niðurstöður til þess að í lok, árið 2017 og það sem var svona fyrstu niðurstöðurnar sýndu að þetta skiptir gríðarlega miklu máli upp á endurkoma bráðamóttökunum. Þetta eru sem sagt endurkomirnar. Hversu margar komur fólk átt að bráðamóttökuna áður en það hafi komið til okkar. Og bláa súlan er 30 dagar og rauða súlan 90 dagar. Við sjáum þetta fólki sem bara þessi sem köllum svona svingdurs, þessi sem alltaf koma og fara. Og eftir að fólk kom til okkar, þá svona bara hrapaði komum á bráðamóttökuna. Er þetta sömu einstaklingar eða er þetta bara komur? Þetta komur þessara einstaklinga á bráðamóttökunum. Þetta voru 76 einstaklingar sem komu til okkar á þessu tímabili og við fórum bara einfaldlega og töldum hvað margar komur þeir áttu á bráðamóttökuna. En auðvitað er þetta púlað, þetta er allir þessi 76 sko. Og við erum að fara í meiri vinnu með þetta svona analýsa nánar, þegar þetta skipt máli hvort þetta senki því að fólk fara á hjúkrunarheimili, senkar þetta einfaldlega minnkar þetta mortaldrönd og svo hluti sem við erum að fara stað með að greina. Haukar. Má ég spyrja, með fleirinn á undan, mat og næringarástandi inni? Já. Hjúkrunarfræðingurinn gerir það. Yes. Og það er eitt af stóru þáttunum sem við höfum séð að er bara ótrúlega vangreint og það eru nánast allir sem að labba út með mínimum ráðleggingar og sem við þurfa að fá bara næringadrykki frá en það er ekki margir sem ekki með einhver vandamál þar. Verkjavandamál er annað sem við sáum að er gríðarlega útbreitt þegar við tökum svolítið mikla verkjasögu, förum svolítið vel í það og það er bara ótrúlega mikið vandamál, svona diffúsverkir, margs konar, ekki bara einhver ein tegund, heldur svona margar tegundir af verkjum. Já. Ég ætla bara að segja, bara svona svo þið áttu ykkur á því að hvað það er svona öldrunarþjónustan á Landspítalanum er. Við erum alltaf með margar lyfjadeildir, eina í Fossvoginum og akkurat núna erum við með 4 á Landakoti, við erum með 5, það er einn sem lokuð fram að áramótum cirka. Og svo náttúrulega erum við að leka þessa biðdeilda á Vírstöð og svo er sem sagt dagagöngu og samfélagsdeildin á Landakoti sem hefur verið kannski sá staður sem við höfum geta breytt mest og svona höfum verið í mestri sókn með. Af því það er í raun og veru það sem okkur var uppálagt og ég ætla bara svona aðeins að fá að segja ykkur hvaðan fólk er að koma sem kemur til þangað. Við erum á 2 hæðum, göngudeildin er á fyrstu hæðinni og dagdeildin er í kjallaranum. Á dagdeildina koma 20 skjólstæðingar á dag og þeir eru annarkvort 2 daga vikunar eða 3 daga vikunar og við erum að rúlla 40 í gegn fyrir viku. Á göngudeildinni við erum að fá svona 35 tilvísanir á viku. Þannig að margveldi er bara hvað þeir koma að sjá marga og svo eru náttúrulega svona endurkomur líka stór hluti af þessu.
og fólk að koma alls staðar frá. Hérna, frá heilsugæslunni, sérfræðilæknum, bráðamóttökunni, frá öðrum öldrunarlæknum, eftir legu og spítalanum, frá þessu fyrirbæri á Landspítalanum sem heitir útskiptuteymi. Og flestir náttúrulega að koma í einhvers konar greiningarvinnu, spurningum, endurhæfingu, þurfa frekari rannsóknir og svo framvegis. Bara svona að því bara svona drepa á hlutum sem við verðum að gera. Það náttúrulega þannig að við erum bara takmarkað úrræði. Bæði öldrunarlæknar og náttúrulega hjúkrunarfræðingar sem eru að vinna með okkur og við sáum fram á að það væri fræðilegur möguleiki að við getum sinnt að meðal annars þessum sem við höfum verið aðgættir fyrir þessum komuskýmuna því það er svona aðeins hjálpa til við að velja þá sem er að koma til okkar, ekki bara 85 ára gömul kona þarf mat öldrunarlæknis, skiljið. Við viljum helst ekki fá svoleiðis beiðnir. Þannig að við erum búin að vera í mjög mikilli samvinnu við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og samtali við þau bara hvernig við eigum að hafa þennan snertiflöt, hvað viljum við gera, hvað er það sem við getum gert, hvað er það sem þau geta gert. Og það hefur gengið bara gríðarlega vel og verið bara ótrúlega jákvætt og það er svona ótrúlega mikið tali í samfélaginu það að heilsugæslan sé ekki að gera neitt og vilja ekki gera neitt og eitthvað svona. Það er sko bara alls ekki mín reynsla. Það er mjög jákvæð mjög mikið svona vilji í heilsugæslunni til þess að taka sinn hluta af vinnunni, getur sagt sem svo. Og við erum búin að vera í samvinnu við að varðandi byltur, varðandi sjúklinga með sjúkdóma, þá erum við að tala hópinn sem er mjög fullorðinn, 85 ára plús. Við viljum líka helst geta sinnt svona súpakút, þannig að eitthvað sem þeir eru að vesenast með sem þarf ekki bráðamóttökuna en þarf samt uppvinnslu innan svolítið stuttstíma, getur sagt sem svo. Helst svona við viku 10 daga. Og þeir getur sendt okkur þannig einstaklinga. Við höfum verið að halda námskeið fyrir hjúkrunarfræðinga sem er verið svona hlutverk hjúkrunarfræðinga á heilsugæslu sem kallast hjúkrunarfræðingur í heilsuvernd aldraðra sem er líka svona nýtt fyrirbæri í Reykjavík allavega. Og svo er svona endalaust samtal á höfuðborgarsvæðinu samvinnu okkar heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og heimahjúkrunar. Veit þetta er aðeins öðruvísi skipulagt til ykkur að við heimahjúkrun undir heilsugæslunni hér eða til þér. Þannig að á Reykjavíksvæðinu það nefnilega ekki þannig. Þannig að þetta eru svona þetta eru verður sem koma borðinu sem gerir málið svolítið mikið flókið. Þessi verkefni eru komin mislangt á veg. Það sem er kannski komin lengst á veg er þetta með byltur. Því að byltur eru gríðarlega algengar og gríðarlega vangreindar. Og við höfum verið svolítið svona bara að vekja heilsugæsluna til umhugsunar það að það verður að spyrja fólk hvort það hafi dottið. Það segir manni það ekki sjálft, óspurðum fréttum. Og þetta getur verið einkenni á öllu mögulegu og ómögulegu og þetta er eitthvað sem ber að taka alvarlega. Þannig það er náttúrulega bara vitamál að fólk sem að dettur og lærdurnar bara í mjög mikilli áhættu á alls konar fylgikvillum, þar með talið dauða. Þetta er eitthvað sem skiptir máli. Og við höfum sem sagt reynt að gera þannig að við sáum líka að við getum ekki sinnt öllu þessu fólki. Og okkur telst til að við sem að tala 7.000 til 8.000 byltur á höfuðborgarsvæðinu á ári og ef við ætlum að sjá allt það fólk þá bara drukknað. Bara mjög einfalt. Þannig að við höfum verið að hjálpa heilsugæslunni að komast á svona þeir skimi fyrir byltum og þeir gerir grunnatriði og þeir hafa verið að þjálfa hjúkrunarfræðinga hjá sér í það. Og svo þeir sem eru það sem er flóknara, það sem er erfiðara, það sem þeir ráða ekki við að það senda þeir áfram til okkar. Og þetta er bara gengið ljómandi vel, svo ég sé sjálf frá. Á sama skapi höfum við verið að reyna að vinna að varðandi skjólstæðingar sem eru með heilablóðfærasjúkdóm. Og þá erum við að tala elsta aldurshópinn, við erum ekki að tala
við svona miðum við 85 ára plús, því að það fólk á að vera hægt að meðhöndla í heilsugæslunni. Heilsugæslan á að geta gert grunnrannsóknirnar, á að geta fært greiningar og sett fólk á meðferð. Það fólk á ekki að þurfa að koma á sérhæfðum minnismóttökum. Við höfum verið að breyta prófílnum á minnismóttökum hjá okkur, þannig að nú viljum við frekar sjá yngri fólki. Við viljum sjá skjólstæðingar sem eru undir 65 ára sem eru með minnistap eða upplifa minnistap, jafnvel þó að prófin séu, kannski segi, að fólk sé með MMSE 30. Okkur eiginlega alveg sama það hjá þessum yngstu hópum. Við viljum sjá það samt. Sem breyting frá þessi verið hefur tekið svolítið tíma og mun taka tíma að fara inn í, dreifast allt saman það. Þannig að við erum að reyna að ýta því til heilsugæslunnar sem heilsugæslan getur sinnt. Við erum bara búin til að vera með ráðleggingar, til að vera með fræðslu og fólk hefur aðgang að þessu þjónustunni. En þetta skiptir gríðarlega miklu máli af því að þetta bara of stór pakki til að við getum sinnt þessu og það hefur þýtt það að við viljum ekki geta sinnt þessum yngstu sem við viljum sinna. Þetta bara þetta skipulag sem við höfum verið að reyna að hjálpa heilsugæslunni með varðandi hjúkrunarfræðingi heilsuvernd aldraðra og þeir eru teknir þarf á suðursvæði, það er Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur. Mjög mikilvægt tengiliður við heilsugæslurnar við bæði spítalann og við heimahjúkrun. Í raun og veru fúnkar pínulítið eins og hjúkrunarfræðingur á heilsugæslunum sem í ungbarnavernd eða sem í mæðravernd. Þetta bara hjúkrunarfræðingur sem fókuseraður á þetta. Persónulega hef ég aldrei getað skilið af hverju menn hafa ekki gert þetta fyrir löngu. Búin að takast svo vel til með mæðravernd og ungbarnavernd, ég hef ekki skilið af hverju þetta ekki líka. En svona þetta. Hjúkrunarstýrðar móttökur kannski það sem hefur skipt hvað mestu máli fyrir starfsemin okkar á dag- og göngudeildinni. Af því eins og ég sagði áðan, við erum bara takmarkað úrræði, öldrunarlæknar, og við vorum einfaldlega að drukkna í endurkomuna. Við vorum að fylgja fólki eftir allt og lengi og við vorum að fara með allt og marga sem við vorum svona semi-fungerandi heimilislæknar fyrir. Það bara, því miður, við höfum ekki bara resursar til að gera það. Þannig að við settumst niður og pæltum í því hvernig við getum endurskipulagt þetta aðeins hjá okkur. Og niðurstaðan var að efla hjúkrunarfræðingana, efla hjúkrunarstýrðar móttökur, sem þýðir það að það til dæmis undantekning ef að fólk hefur verið innanliggjandi hjá okkur og kemur svo í endurkomu til læknis. Ég veit ekki hvernig þetta fyrir ykkur, en það var rosalega mikið sem að þetta funkar þannig. Fólk útskrifast og svo átti að endurkoma eftir einhverjum x tíma. Núna kemur fólk bara til hjúkrunarfræðings eða þess það, eða breytir heimilislæknis. Og það sem að hjúkrunarfræðingurinn ætlar að gera í raun og veru að spyrja hvernig gengur og þjónustan komin inn og allt þetta sem að þarf ekki læknisfræðilegt expertise til þess að spyrja. Það eru alltaf læknir á bakvið og við höfum skipulagt það þannig að við vinna svona í teymi þannig að það er einhver hjúkrunarfræðingur sem á einhverja ákveðna deild og sá læknir sem venjulega á þeirri deild, hann þá á hennar backup skilið. Þannig að við getum læknir þekkir sjúklinginn og við getum þar leiðandi mjög auðveldlega afgreitt málið. Annað sem við höfum líka verið að efla eru í raun og veru bara hjúkrunarmóttökur prímæri. Það sem við gerðum til þess að reyna á stjórn á þessu, við vorum að fá tilvísanir, eins og ég sagði áðan, frá öllum mögulegum stöðum. Og það sem verst var, við vorum að fá tilvísanir á alla mögulega máta, eins og ég reikna með að langt flestir, allavega á Landspítalanum hefur það verið þannig við fólk að fá tölvupóst, fólk að fá þetta á bara pappír, servettum, alls konar. Það var svoleiðis.
Þú veist, og það var rosalega óöruggt og það var líka verið að senda fólki sko tilvísanir á nöfn. Svo var sá læknir kannski hættur eða bara í fríi og tilvísunin bara svona einhvern veginn týndist í öllu, öllu öðru pappírsflóði sem var, öllum öðrum tölvupóstum eða hvernig sem það var. Þannig að við höfum sett upp kerfi í gegnum heilsugáttina sem heldur utan tilvísanir. Þannig að ég núna sem yfirlæknir fer yfir allar tilvísanir einu sinni í viku og flokka þær. Þetta svona rafrænt utanumhald sem að líka þýðir það að þær eru allar rekjanlegar. Það stendur alltaf tilvísun móttökin, hún er lesin og hún er sett í þennan farveg. Þannig að það er ekkert eitthvað svona panik, skjólstæðingur hringir í heimilislæknir sem hringir í hjúkrunarfræðing og göngudeildinni sem hringir svo í mig, hvað er þetta? Og svo tilbaka aftur. Núna getur bara allir séð þetta á inn í heilsugáttinni, hvar tilvísunin stendur. Þannig að í raun og veru símaverið getur bara tekið þetta sem strax. Það sparar ótrúlega mikið af svona frústrasjónum, getur sagt ykkur. En þetta leiddi til þess að það var í raun og veru auðveldara fyrir mig að flokka og í sömu tilfellum þá fer fólk beint bara í hjúkrunarmóttöku. Maður les tilvísunina frá heimilislækninum í flestum tilfellum og það bara mjög oft þannig að það þarf ekki lækni sem fyrsta aðeins. Þetta kannski einstaklingur sem hefur verið hjá okkur, búinn að fara í gegnum greiningarferli, en það eitthvað að gerast heima sem þýðir einhvers konar verslun. Þá vill maður alveg fyrir nú fá bara fyrsta mat hjúkrunarfræðings hvað í gangi. Og sem tölum við saman. Það alltaf læknir á bakvið þetta, en það svona prímært þetta. Annað sem við höfum tekið í notkun núna, eða sem settast að núna í haust, handleitar göngudeildir deildalækna. Setta í miklu betri farveg heldur en það hefur verið. Þannig að nú það sem alveg skipulagt og deildalæknar eru hjá okkur. Yfirleitt 2 í einu og það er 1 sérfræðingur sem að handleiða þeim, sér 2 deildalækna í einu. Þannig að það þýðir líka miklu betra skipulag á þessu og þetta gengur miklu hraðar. Biðtíminn hjá okkur núna frá því að við fáum tilvísuna og þangað til að viðkomandi kemur í móttöku svona 5 vikur, sem ekki mikið meira við. Og með þessu móti getum við líka stýrt þegar maður sér tilvísuna, þetta flýti með þetta bara gerst strax. Þannig að þá erum við með tíma lausa í það. Þið sjáu bara hvað hjúkrunarmóttökunum hefur fjölgað gríðarlega. Það eru grænu línurnar fyrir 2019 fyrir ekki. Það var náttúrulega bara eiginlega ekki til fyrir. Þetta snýr meira að spítalanum og þjónustunni sem við höfum verið og svona brautunum sem við höfum verið að búa til varðandi spítala. Af því við erum auðvitað að fá tilvísanir þaðan líka og við settum þetta af stað í vor, byrjaði 1. mars, fóru fyrstu sjúklingarnir að koma, af því við vorum að sjá það að fólk sem hafði lærbrotnað, útskrifast af bæklun, við vorum að fá tilvísun frá heimilislækni svona 8-10 mánuðum seinna að nú var allt í voli heima. Færnin hafði minnkað, það hafði allt gengið aftur fótunum síðan að viðkomandi brotnaði og þeir voru bara svona Þannig að við vorum að reyna að koma til móts við það til að reyna að grípa fólk fyrr. Einfaldlega. Af því það svolítið þannig að þeir sem útskrifast af bæklun, 67 ára eldri, höfðu lærbrotnað, voru útskrifaðir heim, þeir voru bara útskrifaðir út í eitthvað svona tóm. Eitthvað svartól sem enginn vissi hvað var að gerast. Því miður. Þannig að við fórum að stað með þetta, þessum einstaklingum voru boðið að koma til okkar í endurkomu cirka 6 vikum eftir útskrift. Og þeir heita lækni og sjúkraþjálfara
við gerum svona frekar fókuseraða sögu og skoðun. Ég bara fókusera á byltusöguna, verki, næring og lyf. Það svona það sem ég er að fara yfir alla heilu söguna. Heldur fókusera svolítið á þetta. Og sjúkraþjálfarinn náttúrulega á færnina og svona hvað þjálfum við á því. Það fara allir í beintekumælingu. Það hefur ekki alltaf alveg tekist þegar þeir eru á bæklum. Og svo fara eiginlega allir í blóðprufur líka. Við sjáum það að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við höfum fengið fólk í endurkomu til okkar sem ennþá með sauminn í. Já, þú veist, við erum að tala fólk einhvern veginn bara að það bara gufar upp hann einhvers staðar úti. Og rosa margir eru með verkjavandamál, rosa margir eru með næringarvandamál eftir þetta. Áfengi stór þáttur í vandamálinu og það bara mjög margir sem við höfum þurft að senda í einhverju sérhæfðri sjúkraþjálfun. Það nokkuð sem við þurft að leggja inn, einfaldlega, það hefur bara ekki verið að ganga. Þannig að við teljum að þetta sé svolítið gott úrræði og við byrjum þetta sem tilraunaverkefni en þetta eiginlega bara svona hætt að vera tilraunaverkefni. Þetta bara verður þjónustuflutt. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Og við myndum í raun og veru vilja gera þetta fyrir fleiri deildir. Við bara byrjum svona á okkur afmörkuðu verkefni. Og svona í samhengi við þetta, af því að við höfum verið í svolítið samvinnu við bæklum í gegnum tíðina, að þá erum við að vinna að verkefni núna sem að gengur út af liðskiptssjúklingana. Sumir ykkar vita kannski af verkefni sem að María Sigurðardóttir svæfingalæknir að keyra í Fossvoginum. Þar sem að hún að gera svona ákveðin formlög á fólki sem að fara í liðskiptaverkefni, planað liðskiptaverkefni. En vandamálið þar að það hefur ekki verið hugsað fyrir úrræðinu eftir á. Þannig að það sem við viljum gera að setja fólk í gegnum eitthvað svona pre-op-mat þar sem við svo plönum post-op meðferðina. Því það einhver hluti af þeim sem að fara í liðskiptaaðgerð sem að sérstaklega þeim sem að fara í enduraðgerð sem að öllum líkindum þyrfti að komast undir okkar hendur. En þetta svona verkefni haustsins að plana þetta. Þetta svona kannski það sem að við sjáum. Það skiptir máli að vinna saman, þvert á stofnanir, fagstéttir, öll þessi síló sem við búum í. Þá gerist eitthvað. Og þetta svona það sem við erum að vinna, bara svo segjum við, með hjúkrunarfræðinguna á heilsugæslunni. Við viljum fara yfir þessi pre-op-möt bæði fyrir bæklun og í raun og veru fyrir almennur kirurgi og efla hjúkrunarstýrimóttökurnar og svo viljum við náttúrulega líka gera það fyrir allt landið. Við viljum ekki vera bara fyrir höfuðborgarsvæðið, við erum náttúrulega eigum að vera þjónustu öllu landinu og það ekki því að við þurfum að skipta land þannig að hvort sem við gerum það með fjarþjónustu eða í raun og veru hvernig það við höfum svolítið verið í samvinnu við þróunarmiðstöð heilsugæslunnar varðandi þetta. Er ekki Hefur tíma fyrir að fá spurningar. Takk fyrir að fá félagist. Annars ég veit að skurðlækningadeild, já, og þetta frábæra það og frábæra þínu og hef persónulega reynslu af því og alveg svakalega nýmumhættur. Já, takk. En mig langar að spyrja, þegar það kom aðeins inn að útskriftarteymi á spítalanum einn aðeins sem þess að klíka. Já. Ég í útskriftarteyminni. Já. Langar aðeins að þú getur svona, það tilvísanir sem koma til ykkar frá, eða tilvísanir eða sjúklingar sem koma til ykkar frá útskriftarteyminu. Já. Þið með einhverjar forsendur fyrir því eða þeir metu? Sko ég met allar tilvísanirnar. Já. Ég met allar tilvísanir og svona stundum svona í samráði við aðra yfirlækna, Steinunn Þórðardóttir sem yfirlæknir heilbrigðiseiningunni, við svona vinnum þetta svolítið saman, en ég svona prímert með þær. Og sko það í raun og veru
sko ef það einhver þörf á frekari uppfylslu, einhver frekari greiningu, ef það eitthvað sem ólokið, þá getur fólk alveg átt erindi til okkar, þó það hefði verið inniliggjandi, skilur við. Já. Þannig að það svolítið bara, segjum svo að viðkomandi hafi verið inniliggjandi vegna þess að viðkomandi datt og reynist vera með lungnabólgu, þarf svo að vinna það, svo það læknað á spítalanum, en það kemur í ljós að það einhver vitræn skerðing. Þá getur alveg átt við að vísa viðkomandi til okkar í framhaldinu. Skilur við frekar uppvísla því. Endurhæfingarþátturinn í því, ef viðkomandi hefur legið inni, sko við metum að eflast til þess að komast heim, þetta pláss á bráðadeild, kemur hann til ykkar? Það getur alveg verið, já. Það getur alveg verið. Af því að við metum þá viðkomandi með tilliti til þess hvaða endurhæfingarúrræði við getum boðið upp á. Og mjög margir fara þá í endurhæfingu á dagdeildinni hjá okkur í framhaldinu. Takk fyrir góða fyrirlestur. Það er mjög metnaðarfullt verkefni greinilega. Við dættum með beinbrot klíníkina hjá okkur. Já. Þú sagðir þið senda því beinmælingu. Já. Hafið þið resursar til að fylgja því eftir. Já. Þannig að þegar loksins beinmælingin er komin og það loksins úrvinnsla á beinmælingin er klár, hafið þið einhvern sem fylgja því eftir. Já, það er sko þannig að þegar fólk útskrifast af barnum, þá er beinmælingin pöntuð. Er það standard? Já, það var hluti af verkefninu. Þannig að það var það sem við settum sem nýtt eiginlega. Þannig að við sömdum við röntgendeildina, þannig að það er ákveðin slott fyrir okkur í þessu verkefni í hverju viku. Þannig að þetta fólk er eiginlega allt búið að fara í beinmælingu þegar það svo kemur til mín í tíman eftir þessar 67 vikur. Þannig að ég er þá með niðurstöðuna og þá tek ég afstöðu. Það er þetta alltaf mál. Já, þannig að það er kannski ekki alveg áskil. Takk fyrir fyrirlestur. Það er gaman að sjá þetta þegar fréttirnar eru fullar af því að sé ekki gert fyrir gaman. Það er svo trúlátt það veist. En þarna þegar maður sér svona framhald og þýtt og kerfi, hversu mikið einhver stoppast þetta að því að restina af kerfin, búsett og annað er ekki tilbúið að taka þetta vinnu? Auðvitað er alveg þannig. Þetta er langhlaup. Við erum ekki, þetta er ekki svona fix sko því miður, ef það væri þannig að væri ég löngu búin að fixa þetta. En við erum svona bara að reyna að vinna einn hluti í einu og það vantar auðvitað úrræði. Það er alveg ekki spurning. En við höfum samt, alveg slatta af úrræði og af því að við erum búin að mynda þessar tengingar, og þetta skiptir bara svo miklu máli að þú vitir hvað er í boði á hverjum stað, þú sért með svona yfirsýn yfir öll úrræði og þegar það er, þá er þetta aðeins auðveldara. Það verður nú að segja eins og og við höfum líka alltaf þennan möguleika eins og hjá okkur að þegar við getum sett fólk inn á dagdeildina hjá okkur í tímabundnu úrræði að þá vinnum okkur smá tíma og getum þar af leiðandi unnið í hinum málunum. Þetta er auðvitað, ég meina heimahjúkrun þarf náttúrulega eflast. Það er bara algjörlega númer 1 og 50 Já, sætt, ég heita sem heimilislegur það er fleiri. Mér langar bara að spyrja að þú talar að vísa öllum 65 ára til ykkar. Þetta er gríðarlega algeng kvörtun minnislegs eða minnistap á þessum aldurshópi. Ef við notum ekki MMC, hvað notum við þá? Við notum alveg MMC, það sem ég bara segja er... Ef skora 30, skilur við 30-30. Þó er skorið 30-30, ef það er sterk fjölskyldusaga, ef það er sterkar vísbendingar. Af því að MMC er svona próf sem er mjög háð því líka hvað þú ert menntaður. Þannig að ef þú ert mjög mikið menntaður, þá skorar þú hátt á MMC. Það er mjög auðvelt að plata á það. Það er ekki alveg, þannig að það er bara þess að ég segja að við horfum á það, en það er ekki eina kríterían sem við horfum á. Þannig að sagan skiptir eiginlega meira máli. Hvað er í gangi? Já, og í dag takk fyrir. Mér langar að vita hvað eru yfirþjálfarnir í þessum kerfi? Yfirþjálfarnir skipta miklu máli, við erum ekki nóg marga.
Þeir eru náttúrulega að vinna á dagdeildinni, því miður höfum við ekki það er bara ekki verið vísusöfn til þess að þeir séu á göngudeildinni líka. Þeir koma reyndar að bilt og beinendamóttökunni, en þannig að það er þú veist, ef að þeir væru fleiri þá eru við bara drukknir vinnu, því miður. Það er svona rísus. Ok, síðan spurning. Já, bara takk að kærlega Anna fyrir að koma til okkar og kynna þetta frábæra verkefni fyrir okkur. Við vorum búin að vera í sambandi við þig eftir við fórum hér í vinnu sem við ennþá eftir að kynna fyrir framkvæmdastjórn með að skoða og endurskoða þjónustuna við aldraða hérna innan okkar spítala og þetta er einmitt eitt af því sem við vorum mikið áhugaður að taka upp. Þurfum kannski bara smá fleiri með okkur, til dæmis sjúklingavæðing og svona. En bara, við ætlum að við allar sem að fá að funda með þér áfram og eftir þetta til þess að heyra meira af þessu frábæra verkefni. Við óskum bara til hamingju með þetta. Takk fyrir kærlega.